Stóra ísbræðastraumurinn. Það var heitasti dagur sumarsins í Kólfile og allir voru spenntir fyrir árlega ísbúðarfestivalinum. Borgarstjórinn hafði lofað að í ár myndi festivalinn hafa stærstu ísbúð sem hefur verið búin til. Fólk raðaði sér í langa línu til að fá smá bita. Í miðjunni á festivalinum var ísbúðarfjall, súkkulaði, vanili, jarðaber, mint og öll önnur bragð sem þú getur ímyndað þér, hrúgað hátt með stráum, rjóma og kirsuberjum. En þegar sólin var orðin heitari og heitari, byrjaði eitthvað hræðilegt að gerast. Stóri ísbúðin byrjaði að bráðna. Hratt, ísbúðin að bráðna, karlaði einhver. Áður en nokkur gat stoppað það, byrjaði ísinn að renna eins og á, flæðandi yfir festivalsvæðið. Fólk hljóp í allar áttir þegar hafið bráðnandi ís elti það. Bjargið stráinum, kallaði lítill drengur og reyndi að skopa upp eins mikið og hann gat. Borgarstjórinn vissi ekki hvað hann ætti að gera. En þá átti hópur barna hugmynd. Notum skeiðarnar okkar, sögðu þau. Tígrisbarnanna gripu skeiðarnar sínar og byrjuðu að borða bráðnandi ísinn eins hratt og þau gátu. Fullorðnir tóku einnig þátt, hlæjandi og slurpandi upp messuna. Á innan við skamma stund var áin af ís horfin og allir voru fullir og klístraðir en ánægðir. Borgarstjórinn brosti og sagði, jæja, það ein leið til að þrífa. Ísbúðarfestivalinn varð eftirminnilegasti sem hefur verið haldinn og síðan þá hefur allir tekið með sér sína stærstu skeið til að vera tilbúnir fyrir næsta stóra ísbræðastrauminn.